þessi hreintrúastefna aktivistana, hún litar allt í öllum þessum umræðum og það hreintrúastefnan að allir múslimar séu góðir, það hreintrúastefnan að transkonur séu konur, það hreintrúastefnan að öll kjarnorkuver séu slæm. Þetta verður bara aftur og aftur og aftur einhver svona rörsýn hreintrúastefna sem að eyðileggur fyrir málstaðnum og verður svo ótrúverðug að fólk snýst gegn hann. Og þessi vilji til að stökkva af stað og tekna einhvern upp sem nasista fyrir að leggja til löggjöf sem síðan örfáum árum setna orðin algjörlega sjálfsögð og allir eru sammála. Já. Það bara, og þá hlýtur maður að horfa tilbaka og hugsa bara, ef að ég var á samfélagsmiðlum fyrir 2 árum að segja öllum að það sé rétt að Jón Gunnar sé nasisti, hver ég þá? Sko? Það fyrstulega það augljós mistök. Ég hafði rangt fyrir mér. Nú liðið nokkur ár. Nú veit ég að þetta var stúpitt, gróft, dómhart og astnalegt. Hvað segir það mig að ég hafi verið þannig? Kristinn Theodórsson. Þetta kærlega velkomin. Jó, þakka fyrir það. Hvernig ertu? Ég bara mjög góður. Það ekki? Jú, nýkomum frá Danmörku og sólbrúnn. Já. Ég verður reyndar aldrei sólbrúnn, ég verður bara rauð. Já, þú verður bara rauð. Ég rauðbyrgin, sko. Já, ég sama hér. Það við þurfum að stofna einhvers konar svona hóp. Já. Þar sem við getum mála okkur upp sem fórnarlömb. Við þurfum líka að gera það vinsælt að vera rauður en ekki brún. Já, það ekki? Jú. Það ætti að vera svona fashion symbol, sko. Já, svona inngildingar. Já, inngilding, góð. Já, þú ert mjög áhugaverð manneskja. Nú, það gæði það. Kemur með svona öðruvísi vinkla á samfélagsumræðina. Ertu svona að gera grín að ég get ekki sagt vinstri mönnum? Jú, kannski. Svona allavega svona rétt, þeim sem eru réttrúnaða megin lífinu. Já, mér finnst það allavega það er svona fólkið, það er svona hugmyndafræðin sem ég er mestan áhuga á. Það er þarna einhver menning sem hefur orðið til síðustu ár og þetta minnir mig nú reyndar á svona lengri sögu, sko. Ég var í trúleysinu í gamla daga, sko, í svona vantrú og siðmennt og svo svona varð sá málstaður þreyttur og kirkjan var ekkert að ríkja lengur. Og það fóru eiginlega allir vinir mínir svona lóðbeint í að vera svona rosalegir réttlætisriddarar. Já. Ég bara hugsa daginn, því ég kem úr svona Sam Harris, Christopher Hitchens púlíunni, að sem hefur örlítið farið fyrir brjóstið á mér að þeir sem að voru mér alltaf sammála hafa, nú verður einhver perárið mig, sko, skapa sín eigin trúabrögð. Akkurat, og núna hvort það er næra mæknum, út af því að eins og þið sjáið þá erum við í nýja stúdíóinu hérna og hljóðvistin er ekki eins og ég vil hafa hana, út af því ég á eftir að setja allt upp hérna en ég græði þetta með gervigrindinni en hérna, flott. Trúabröðin. Já, þetta eru trúabröð. Þetta urðu bara trúabröð. Sem sagt, félagsréttlætis ástinn varð áhugamál og svo þráhyggja og svo trúabröð. Og trúabröðin eru að öllu leyti eins og önnur trúabröð. Það eru kennisetningar, það er in-group, out-group, hegðun og þessi hegðunarmynstur eru bara ótrúlega skýr trúabröð. Og svo verða til svona einmitt kennisetningar eins og transkona kona og þú mátt ekkert hreyfa mótmælum við því. Þá ertu ekki með í réttu liði og þá ertu að brjóta reglur hópsins og þetta verður svona þráhyggjukennt og bilað. Og eftir sem að þessi menning var almennari þá var ég uppteknari að því að rýna í hana, sko, og svo þykki ég náttúrulega bara hundleiðilegur og vitlaus. Já, þetta ótrúlega áhugavert. Ég nefndi við Uglu Stefáníu, sko, sem að var hérna að, sko, það sem að væri alltaf erfitt að gera sig grein fyrir meðal þeirra sem að voru alltaf að berjast fyrir transréttindum var að fyrir mörgum er það að transkona sé kona að 2 + 2 séu bara 5. Já, einmitt. Og það var til dæmis mjög áhugavert þegar Snorri þurfti lögreglumenn til þess að verja heimili sitt. Já, fyrir öllu góða umburðarlyndi fólkinu. Já, fyrir öllu góða umburðarlyndinu, sko. Já. Út af því að hann sagði það sem að ég held að 95% af fólki þykir vera rétt. Akkurat. Og svo hef ég svona verið að reyna, sko, að því að núna þetta allt saman orðið mjög vel tuggin málefni og ég sá mér sér komment hjá þér í gær, sko, að einhver var að kommenta undir viðtalið við Frosta að
nú séu þið enninni svona að tala vóki og útlendinga, þetta séu að vera svo þreytt og svona margtökið en það sem ekki þreytt, það einfallega heimspekin í þessu og mér finnst hún alveg mögnuð, sko. Já, út frá þeim sjónarmiðum, hvað það svona sem þið veist áhugaverðast gagnvart heimspekinni? Sko, það náttúrulega bara ótrúlega gaman að fylgjast með í hvernig fólk ákveður að eitthvað sé heilagt og hvernig það hefur áhrif á framvinduna. Sem dæmi í viðtalinu þínu við Uglu Stefaníu sem fast mjög gott, þú ert ótrúlega góður í að láta hlutina ekki verða svona alveg leiðilega, sko. Takk fyrir það. Fólk eitthvað svona ógeðslega mikið ósamanlega en þú einhvern veginn stoppar alltaf svona alveg á línunni. Ok, förum ekki þangað. En hún til dæmis, sko, hún vildi bara að hann Graham Linehan eða hvað hann heitir, Bretinn sem hann var handtekinn á flugvellinum. Já. Hún vildi bara að hann sæti inni, sko, fyrir að hafa gengið of langt í að segja eitthvað á Twitter. Og það störlun. Það störlun og réttlætingin verður alltaf einhvern veginn að þetta hitt sé að þínu mati hatursorðara og svo má ekki draga það heldur, sko. Bara hvað hatursorðara, hvað liggja mörkin, af hverju ætlar að ganga svona langt í að setja þetta sem skilir því og þannig hugsa ég alltaf nú orðið bara, sko, af því ég var vinstri maður og ég hef alltaf verið svona frekar væminn jafnaðarmaður. Ég hugsa bara alltaf núna, sko, við getum ekki treyst fólki fyrir völdum sem að hefur engan áhuga á málfrelsi og sem að tekur upp furðulegar trúarkreddur eins og bara við séum komið til miðalda, sko. Já. Og ég bara hættur að treysta því fólki og ég heldur endur að þetta séu sveiflur, sko. Svo verða hægri menni bilaðir á næstu 20 árum og þá verða þeir sem eru klikkaðir, sko. Þá verður þið aftur vinstri menn. Nei, ég hef alveg hugsað út í þetta, sko, sérstaklega með þetta hvernig svona áhugaleysið á málfrelsi, en samt segja þau, sko, það er alltaf sagt bara, ég bara rosalega hrifin af málfrelsi og svo kemur bara, en ekki þegar það hatursorðræði. Og ég ræddi þetta eins og við Þórhildi Sunnu, þá, sko, var sjálfstæðisflokkurinn einmitt með dómsmálaráðuneytið, því man ekki hver var þar nákvæmlega, neða stóluðu mér. En allavega, ég var að ræða við Þórhildi Sunnu hatursorðræði og ég var að segja, ok, það þú veist, bara einhverja líkur á því að Brynjar Níelsson gæti orðið dómsmálaráðherra á næsta árum. Og hún var að segja, já, ég meina, yfirvöld geta náttúrulega bara skorið úr hvort að þetta sé hatursorðræða og þannig og ég eitthvað, ok, og núna svo var Brynjar Níelsson að dómara. Já. Og ég var að segja, þú veist, finnst þér, þú veist, langar þig að Brynjar Níelsson geti stýrt því hvað þú getur sagt og ekki sagt. Þá, nei, hann má það náttúrulega alls ekki, sko. En ég hins vegar get sagt til það hvenær, þú veist, einhver má segja eitthvað, einhver má ekki segja eitthvað, sko. Akkurat, og þetta náttúrulega þunga miðja málsins, eins og ég rætti hann á nafnaðinum daginn, sko, veist bara svona heilbrigt málfrelsi og skoðanafrelsi og svona rólegt umburðarlyndi fyrir því að fari fram flókin umræða held ég gríðarlega mikilvægur mæli kvarði á bara heilbrigði samfélags. Og eins og til dæmis þegar transmálin byrjuðu, sko, að þá kom þessi hugmyndum að transkonur eigi að keppa í konum íþróttum kvenna og ég segi bara, mér finnst það nú pínu. Það bara galið, þú veist, það bara meikar ekkert sens. Og þá var ég bara skammaður alveg sundur og saman og þá segi ég, sko, ég allavega, ok, sko, ég karlmaður og ég skal ekki taka afstöðu, en mér finnst alveg eðlilegt að konur megi ræða þetta sín á milli. Og þá sagði karlmaður við mig, nei. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu.
Já. Nei, ég meina, ok, þú veist, og ég hef nefnt þetta svo oft hérna að, þú veist, ég hef kennt nefaleika í svo langan tíma og ég meina, ef einhver, og þjálfa mjög margar stelpur, hefur farið með að vera á stórum mót og fleira og sko tilhugsunin það að kæmi einhver karlmaður sem að segjast vera kona tímabundi jafnvel, eins og þessi hugmyndafræði lifir að hann gæti stíðið upp í hring með stelpunum mínum bara svo fjarstæðukennt. Það gengur ekki. En svo líka bara, svo sérkennilegar hugmyndir, og það erum að tala um þessi transmál, fyrst við viljum bara vera í léttmetinu. Já. Að þá var með þessar transkonur, sko, þá var það líka, sko, að í fyrsta lagi, þá var þetta líka Orwellískt gagnvart því að náttúrulega aðal hugmyndin í starfi Orwell var að taka ákveðina þætti einhverja gamalla rita og leiðrétta það. Og svo átti hann að brenna upphaflega afritið þannig að það væri bara til ný söguskýring á hlutunum og það var bara, transkonur hafa bara alltaf verið konur og það var bara, þú veist ok, þannig að þetta er ekki eins og nýtt þetta er bara eitthvað sem er alltaf búið að vera og ég var samþykkið það en með þetta að þá var það sko, já, og hormónaaðgerðir eru fullkomlega afturkræfar sem svona líffræðilega fjarstæðukennt. Mjög útilokað. Og svo með það að bara, já, og konur hafa enga sérstaka, transkonur hafa enga svona sérstakt forskot á konur í íþróttum. Einmitt. Og maður er bara, hvað er það að tala um? Og það er einmitt það sem að mér finnst svo skrítið, sko, því að núna hef ég enga sérstakan áhuga því að rífast hverja staðreyndirnar eru í þessu. Það eru nú frekar ljósar bara en það er áhugavert að fólk skuli algjörlega flippa, vera bara bílað í þessum málefni sko, og svo vera til fullyrðinga eins og líffræðingar eru sammála að kynin séu mörg það bara eru absolutt ekki þannig að líffræðingar séu sammála það og það er nánast engin sem heldur í fram. Svo er fundin einhver einn láta hann skrifa á vísindavefinn eitthvað og hann skrifar einhverja loðinmöllu greinum að það sé vissulega í sömu skilningi hægt að segja að kyn sé róf og ekki alltaf, hafi ekki alltaf mikið skýringagildi að tala um tvö kyn. En hann er ekkert að segja það sem þau vilja hann segi, en það er samt láti eins og að segja það sem þau vilja hann segi. Og það er öll þessi willful hugsun sem að mér finnst áhugaverð og hvað það verður síðan eitrað og viðkvæmt og reiðilegt og svo er þessi, eins og ég var að nefna við áðan, sko, það er alveg furðulegt hvað fólk hefur mikla þörf fyrir að aðrir segi það sem að þeir segja sjálfur sko. Já. Eins og nú er verið að skamma með endalaust á samfélagsmiðlum fyrir að kalla ekki alla rasista og því að sko, mér finnst til dæmis Trump mjög áhugaverður, hann er náttúrulega algjör ruddi og hálfviti en það er ekkit rasismi sem að mótivera hann er bara ógeðslega ruddalegur brjálæðingur sem segir hluti sem að vekja athygli og svo að því að ég vil ekki nota hugtaki rasismi eða rasisti þá er allir brjálað við mig og ég skil ekki hvaðan þetta stjórnlindi kemur. Af hverju viljið þið stjórna því hvað ég segi? Já, þetta en ég held að það sé náttúrulega bara ákveðin svona, hvað ég var að segja, maður náttúrulega lítil í sér sko ef maður treystir því ekki alveg að maður hafi rétt fyrir sér sko. Þessum þarf þetta að sannfara aðra það að að segja það sem að þú segir eða það sem að þau segja og því ég held að ef ég myndi vera nokkuð svona, hvað ég segja, staðfastur og ég væri sannfærður það að mitt sjónarmið væri rétt þá þyrfti ég ekkert þig til þess að einhvern veginn að janka það en ég held að út af því að þetta er svo brotakent og þau eru svo lítil í sér gagnvart sínum eigin málstað að þá þarf alltaf að trompast ef að einhver þér ósamála. Þetta þætti þeim náttúrulega mjög yfirleitislega nálgun en það er ábyggilega eitthvað til í þessu og eins og þú með innganginu með þessum þætti sko. Christopher Hitchens segir að hans skoðanir þurfi absolutt enga vottun umhverfisins. Það er bara mjög gott viðhorf. Ef þú hefur skoðað málið vel og myndaðir þín eigin skoðun og bara þekkir þín eigin huga þá þarf hópurinn í kringum þig ekki að staðfesta það sem þú segir eða hugsa. En það þarf náttúrulega ákveðið svona sjálfstraust og kannski hróka til þess að standa þannig. Já, ég held að sé stutt lína milli sjálfsöryggis og hróka.
en þetta rétt sko hann Páll Skúlason í siðfræði sem að ég vitna oft í þetta upphaf þar sem hann segir einmitt að sko virðing fyrir skoðunum annarra hann hefur aldrei skilið þetta orðatiltæki. Já, einmitt, það svo skemmtilegt tuka. Að þurfi að bera virðingu fyrir skoðunum annarra og hann segir bara, þú veist, ekki ef það eru ömulegar absolutt ekki. Nei, ég meina, ef einhver myndi segja til þeim að þeldökkir eiga ekki að búa á Íslandi og það segir, já, ég ber virðingu fyrir þessari skoðun. Bara, absolutt ekki, nákvæmlega. En þetta er ótrúlega, og þetta kemur náttúrulega úr Bandaríkjunum, sko, og því að náttúrulega flest þessi menningarlegu fyrirbrigði eins og Black Lives Matter og Me Too og fleira og islamafóbía sem einhvað fasista hugtak sem Hitchens fjallaði líka ítalega og einhver sem sagði það að islamafóbía hugtak skapað af fasistum notað af bleiðum til að afvegaleiða fávísisfólk sem ég held að sé rétt. Já, ég meina bæði og sko, ég meina sjálfsögðu til eitthvað sem heitir fóbía við eiginlega allt í einhverju skilningi sko. En þegar viðkomandi málflokkur eins og islam hefur bara á sér mjög slæmt orð þá fóbían jafnvel réttlátaleg og það ekki það sem kallum fóbíu og en þetta eiginlega, svona dansa eiginlega allir hlutir á mörkum þess að vera vitrænir og svipadæmi sem ég hef verið að fjalla alhæfingarfóbían sem svona stjórntæki sko. Ef að ég fer að tala eitthvað til dæmis múslíma og ef ég leyfi mér að segja að eitthvað gildi í dálítið stertum múslíma þá svarar þú strax með nei, nú ertu alhæfa. Já. En ég var ekkert alhæfa og jafnvel þó ég var alhæfa þá getur alveg rætt þá fullyrðingu en fullyrðingin ekki rætt hún látin koðna niður í frasi hvort að það sé alhæfing og það svona tegund af svona stjórnun í samtali og það allt þetta sem mér finnst áhugavert sko, hvernig fólk bæði meðvitað og ómeðvitað drepur samtöl sem maður vill ekki að fara fram með alls konar svona klækjum og vitleysu sem maður hafa oft ekkert með umræðan að gera og ég meina, fólk að reyna að nálgast hvert annað í skilningi hvað það sem þú átt við, hvað það sem ég á við en ef það vill ekkert ná sameiginlegum skilningi þá þetta að drepa samtali með einhver svona fáralegu röfli eins og þú mátt ekki alhæfa. Já, þetta náttúrulega stórkostlega einkennilegt en þetta líka sko út af því að það búið að reglusetja rosalega fastan ramma á það hvernig með ræða hlutina og á hvaða forsendum. Akkurat. Og það í grunninn á þeim forsendum að þú segir ekki nokkur skapaðan hlut. Já. Einmitt, sko, já, þetta nú flókin umræða og þú mátt ekki alhæfa. Alhæfingar hafa samt verið með smá svona, svo ég sletti comeback út af því að það má náttúrulega alhæfa hvíta karlmenn sem eru náttúrulega svona hinsegin, sko. Og það á samt sem áður passaði upp á það að það sé ekki verið að alhæfa aðra hópa, sko. Og þetta allt hluta af einhver umburðarlendi, sko. Það í mitt máli og eins og lýsir þessu mjög vel, sko. Það bara þetta 100% tengt hugmyndafræðinni. Ef að það sem verið að ræða í sátt við mínar hugmyndir, þá alhæfingarnir í lagi. Leið og mér mislíka hugmyndirnar, þá alhæfingarnar ekki í lagi. Og svona bara umræðan öll og hefur alltaf verið, allavega sérstaklega síðustu ár. Já, en þetta sko það sem við vorum nú að ræða stuttu áður en byrjum að taka upp, sko, þessi skrýtna tilhneiging til þess að ganga lengra í sinni afstöðu til þess að verja eitthvað vígi sem að var til svona, langar að segja, fyrir svona 2-3 árum. Það vígi augljóslega brostið, sko, og núna náttúrulega ákveðin hægri bylgja og ég hef náttúrulega verið að segja í svolítinn tíma að það væri miklu farsælla að taka ákvarðanir til dæmis eins og í útlendingamálum núna í stað þess að einhvern bíða eftir því að þetta komi með einhverju rosalegu offorsi eins og mjög augljóst að gerist. Og akkur vill fólk frekar að hlutinni fari eins og þú búin að segja þetta 100 sinnum. Akkur vill fólk að hlutinni fari nákvæmlega eins og hafa farið í Danmörk og Svíþjóð áður en við tökum ákvörðun að breyta ykkur. Og þú þarft ekki að vera sko, með fóbíu eða andúð eða náttúrulega skapaðan hlut til að koma á stað þeirri niðurstöðu að hugsanlega getur við tekið ákvarðanir fyrr.
og við höfum tækifæri til þess. En það eitt að veltaði fyrir sér passar ekki inn í myndina sem er vinsæl, eða var vinsæl, og það að snúast. En þetta voru við að ég og Ragnar Þór heimspekingur. Hann var að koma með tillögu að því sem að samfélagi þyrfti að gera í þessum efnum að þegar við erum alltaf að velta þessu fyrir okkur, þessum öfgum. Hann vildi meina sko að bæði við og þau eða vinstri og hægrið og ættu að reyna að vera tilbúin að hafa ekki yktustu raddirnar með í samtalinu í báðar áttir og þá verði miðjan betur færum að tala saman sko, sem ég held ég sé ágætis punktur en svo sem í praktík ekkert endilega hægt að útfara en þá hugmyndin kannski svo að einhver svona gauðin eins og Sverrir Helga eða eitthvað sem þú fékkst þarna í þáttinn að þeir sem til hægri pólitík eigi að vera tilbúnir að svona afskrifa hann svolítið sterkt eða vera svolítið ósammála honum en að samanskapi þyrfti þá vókfólki að vera tilbúið að klippa svolítið á öfgaruglið sín megin sko. Og ég veit ekki alveg hvernig það myndi líta út en ég held til dæmis að einhver, ég meina ef við leikum okkur að því að gera greinamun á því að vera frjálslindur og að vera vók það eru flestir frjálslindir það eru flestir tilbúin að segja að samkynhneigð sé fín transfólk má vera til endilega hugsa skynsum réttindi en munin á því að vera frjálslindur og að vera vók er að koma með eitthvað svona kennisetningu eins og transkonar og konur og fordama síðan fólk fyrir að samþykja ekki og ég myndi segja að það er þessi hópur sem fer í þennan fordamingagýr sem þarf að klippa út vinstri megin og svo er það fólki sem fer í einmitt í kannski svona ruddalegt orðfæri og yfirlýsingar hægri megin sem þurft að klippa út hægri megin það meikar þetta sens? Já, en þá erum við byrjað að cancela. Já. Og þetta er erfitt upp á málfrelsi að gera, sko. Já. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. En ég fatt að hvað þú meinar, sko, mér finnst alveg svona vægi umræðunar. Við náttúrulega vitum, sko, já, fólk á Íslandi er almennt séð mjög frjálslynt gagnvart þessu og til dæmis fólk sem að kemur frá Sómalíu og Palestínu og fleira verður náttúrulega sjálfkrafa rosalega frjálslynt þessu þegar það kemur í gegnum leifstuð. Eins og við vitum. Út af því að leið og lendir liftuð. Leið og þeir lenda. Að þá verða þeir rosa hrifnir af þessum gildum út af því að það er það sem er búið að selja okkur út af því að þeir verða bara strax sannfærðir það að samkynhneigðir og samkynhneigð sé bara eitthvað fyrirbæri sem er farsæl viðbót við samfélagið. Einmitt. Það er það sem þeim finnst greinilega. Samkvæmt þeim sem að vilja rosalega mikið opna hérna landamærin. En þetta er alveg bara grátleg staða, sko. Það er furðulegt að þurfa að ræða þessa hluti. Mér langar líka að skjóta neina, þú hefur rætt þessa hluti, sko, eins og með viðhorf múslima. Til dæmis eins og í Breitlandi, ég minnir að þetta hafi verið skoðanakönnun frá 2016 og það var 50% sem að töldu að samkynhneigð ættu að vera ólögleg. Okay. Og þetta er bara staðan og þetta er líka staðan hérna, þrátt verið það er sérna að vóksterinir eru með og það er náttúrulega hafa verið tekin viðtöl við sko í íranska byltingar sinna sem voru rosalega svona vók þá sem að voru besti svona, já viðkomu staður þeirra sem voru til með byltingarsinnarnir sem að voru islamistar og þeir sem voru rosalega vinstra megin
voru rosalegir svona samverkamenn. Red Green Alliance. Já, nákvæmlega. Og það sama einhvern veginn upp á tinningnum hérna. Það sem að ótrúlega meðvirk, ég langar að segja flown, eru orðin ginnkeypt gagnvart því að fólk sem að með mjög annarlega sjónarmið og sem eru mjög viðhöfð í öðrum heimslutum sé eitthvað sem að ekki fyrir hendi þegar þeir koma til Íslands, eins og ég var að segja áðan með Leifsstöð, að fólk frá Sómalíu og Palestínu og Pakistan og fleira bara umbyltist í viðhorfum strax og þeir komið að Leifsstöð bara eitthvað svona, ég segja þess að þetta sé eins og Narníuskápur það sem að bara eðlislögmál ekki fyrir hendi sko. Allt breytist. Já, þetta furðuleg afstaða og svo vitum við náttúrulega líka að sko, fólk breytist ekkert á leiðinni í gegnum Leifsstöð og jafnvel ekkert heldur næstu 30 árum sko. En það sem að í þessu sem mér finnst svolítið áhugavert að það ákveðin hópur í samfélaginu sem hrifinn af þessari hugmyndum að afbyggja samtalið eða samfélagið. Kannastu þið þá pælingu? Já, deconstruct, þetta Foucault. Og menn vilja sko leita leið alltaf að drepa kapitalismann og drepa kynjakerfið og drepa feðraveldið og það er svona uppreisnar draumur að framtíðin sé eitthvað allt annað samfélag og það að múslimarnir komi og grafi undan hugsanlega vestrænum gildum finnst sumum í því mengi ekki leiðilega og maður vill ekki það vill náttúrulega enginn kannast við að líða svona en þetta alveg augljóslega að gerast hjá sumum hópum sko og þá draumurinn að eftir hrun kapitalismans og þessara kerfa allra að þá verði loksins hægt að gera eitthvað nýtt og spennandi og það ekki það ræðilega vitlaus pæling ef þú bara hatar samfélagið í dag og vilt eitthvað allt annað en það vill enginn viðurkenna að hugsa þetta samt þetta alveg blasir þetta alveg við í sumum kreðsum sko. Já, ég held að þetta sé rétt sko. Ég veit ekki alveg hvað maður gerir við það sko út af því að þetta út af því að það var myndband sem ég sá Javier Milei það sem hann var að segja mitt sko, hann sagði í grunni það sem að þú ert að segja það sem hann heyrði bara, ég nenni ekkert að þú veist, með sósíalisma sko þú veist, þið eru bara að umbreyta honum í einhverju mismunandi formum og reyna einhvern veginn að fara bakdýra leið að því að ná sömu markmiðum þrátt fyrir það að þetta hefur ekki virkað neinstaðar og ömurleg hugmynd ég er þetta bara að hugsa daginn sko, ég held að út af því að við vorum nú báðir vinstri menn eru náttúrulega miklu gáfaðari heldur en hægri menn alltaf og ég held að ástæðan sé svo að það bara svo ótrúlega erfitt þetta verður ákveðið náttúruval að vinstri menn eru miklu gáfaðari heldur en hægri menn einfaldlega út af því að þeir eru að tala fyrir svo ömulegri hugmyndafræði að þú þurfur að vera með svo gríðarlega mikið hugmyndaflug að menn hægri menn þurfa bara, ég meina roughly, þú veist, frelsi hérna og með einhverju smá yfirbyggingu og menn vinstri menn þurfa bara, heyrðu, ég þarf að geta skrúfað rétt á öllum dials nákvæmlega þannig að það bara komi best fyrir alla og menn hægri menn heldur bara, ég held bara að ég þurfa að láta fólki í friði, sko þá verður svo miklu gáfaður þetta hugsa bara allan daginn það nákvæmlega hvernig samfélag á að vera sko. Ekki slæm kenning sko og ég meina svo líka sko það að einhver hópur vilji afbyggja samfélagi þennan hátt og að sé til eitthvað svona hálfgert Red Green Alliance sko það svona ómeðvitað samfélag muslima og vinstrimanna sem kemur ekki til að einhverju samsæriskenningu eða ákvörðun heldur bara samlíkjandi kosningaáhrif. En þetta gerðist bókstaflega í Íran með kommunistabyltinguna þar að Michel Foucault hann bókstaflega var hrifinn af byltingunni og múslimsku byltingunni og hann hélt lengi vel að þarna væri að koma einhver dásamleg uppreist mannandans gegn hinnu lokaða og hefðbundna og leiðilega og hann sá það ekki fyrir að þetta var allt brostið og muslimenni fór að breyta niður vinstrimennina sem hann viðurkenna að þetta hefði verið röng ákvörðun sko. Þannig að sko það alveg bara sögulega fyrirmyndir
sem að við þekkjum alveg fyrir því að það séu svona vinstri, svona red-green samband og samt sko náttúrulega þegar maður ber þetta borð þá var margir alveg brjálæðir, bara verði ekki með þessa vitleysu sko. Já, það er mjög sérstakt sko og svo koma náttúrulega loftslagsmálin inn í þetta líka sem ég held að hafi verið ákveðið svona, þú talar audience capture aðan, þetta ákveðið svona þeir ná ákveðin svona málstaðar sem ég segja bara herði á þannig rosalega mikið að skattfé sem þarf að afla og þannig þetta að vera rosalega stjórnendur og þá verður þetta einhvern veginn sjálfkrafa vinstri mál sko. Akkurat, já. Og þá ég ekki að segja, þú veist, og Paul Elric hefur náttúrulega verið að tala það að þetta að jörðin séu öll að farast og það alltaf að fara til fjandans og það alltaf þessir dómstagsbámenn sem hafa alltaf rámt fyrir sér sko og hlutinu verða alltaf betri og betri sem enda líka ákveðið svona policy sem mamma heldur ekki dett í. Nei. En það mjög sérstakt samt eins og með loftslagsmálin að það alltaf sagt bara, við þurfum bara að skattleggja okkur út úr þessu og það þarf að gera þetta og það þarf að skrúa fyrir allt, svo engin annar að taka þátt í þessu. Ég hef svona gert grínaði ég held að myndin heitir Old School, þar sem að Will Ferrell heitir Frank the Tank, þar sem að hann rosalega drikkfældur þegar hann drekkur og keyrir í sig og hann ákveður að fara að stríka, verður að hlaupa úti allsber. Já, og hann heldur að allir séu með sér og hann hlaupandi úti. Nei, og svo kemur konan og svo keyrir upp á hann og bara, hvað ertu að gera? Það allir að gera þetta. Það eru við pínu í loftslagsmálunum. Við séum að hlaupa allsber allir eru með free spirit og þetta dót sko. Loftslagsmálin eru ógeðslega sorglega því að held ég að ég færi rétt með sko. Ég alveg sammálaður með það að það rauninni ekkert að því og ekkert óðurlegt að loftslagsmálinu verði vinstri málstaðar af því að hann svo mikið skattlækningu og kerfun og það verið að stækka ríkið til þess að sjá hlutverkin sem ekki hægri málstaður. En auðvitað ætti loftslagsmálin að vera bara samanleg, ef við höfum fulla trú á því vandamáli sem að ég held að við gerum nú, það eru breytingar af mannavöldum, við veitum bara ekki hversu alvarlegu verða og hvort það sé betra að berjast svona hins veginn við þeim. En það var náttúrulega mjög alvarlegt og svona típist aktivista vandamál að sko aktivistar eru í eðli sínu hugsunarfólk eða blóðheitt fólk. Þeir eru í eðli sínu blóðheitt fólk og blóðheitt fólk hefur skýra afstöðu og það veldur svona hálfgerði rörsýni eða þröngsýni jafnvel. Og þegar aktivismin í loftslagsmálum fór í gang upp á 1980 þá blandaðist inn í hann ótti við kjarnorku og í sænska aktivismanum þá var þetta allt næ við kjarnkraft og allt þetta og það er svo dapurlegt hvernig aktivistarnir hafa eyðilagt fyrir málstafnum með því að drepa kjarnorkuna sem hefði aldrei átt að loka og við værum komin bara töluvert lengra í að gera Evrópu lausa við kol og olju ef að kjarnorkuverin ef þeim hefði bara verið fjölgað frá 1980 og það hefði náttúrulega leið mátt fara út í sól og vind en þessi hreintrúastefna aktivistana hún litar allt í öllum þessum umræðum og það er hreintrúastefnan að allir múslimar séu góðir, það er hreintrúastefnan að transkonur séu konur, það er hreintrúastefnan að öll kjarnorkuveri séu slæm. Þetta verður bara aftur og aftur og aftur einhver svona rörsýn hreintrúastefna sem að eyðileggur fyrir málstafnum og verður svo ótrúverðug að fólk snýst gegnum. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Það er líka eitt sem að gerir þessa umræða kannski lítið flóknari en samt líka skemmtilega sem að að svona, þú talar að skera sikkur megin
í umræðum og láta svona taka svona dagskrárvaldið tilbaka meira inn að miðju. En vandinn sá að eins og með Trump, hann svona svolítið svona islam fyrir vinstrimenn. Það að segja að já, nei, ég fíla ekki Trump sérstaklega mikið, en ég alveg pínu pepparið mörgu sem hann að gera. Já. Og sama gildi með svona eins og vinstrimenn eitthvað, já, nei, ég meina, það fullt af svona við þetta, en þeir samt að pirra hægri mennina nægilega mikið til þess að ég geti bara einhvern veginn, þú veist, ekkert verið að spá í þessu. Og það svolítið þetta sem að gera, þess að við erum með svona ákveðin, svona nei, ég ekkert svakalega peppaður yfir því að hvernig hvalavinir að haga sig gagnvart Kristjáni Loftssyni, en þeir þó að gera gagnvart Kristjáni Loftssyni og þess vegna verður fólk alltaf svona meira spennt fyrir svona ystu hérna í öðrum sinna svona kennisetningar, sko. Já, ég sammála þessu, en eins og, sko, það sem við erum að reyna að átta okkur á kannski ef við reynum að vera einhverjir filósofar hérna, við erum að reyna að átta okkur á því hvernig við getum komið veg fyrir að þessar bylgjur verða alltaf stærri og stærri. Veist, verður næsta vinstri bylgja ennþá öfgakendra af og verður síðan næstar hægri bylgja eftir það ennþá klikkaðir í Trump. Og hversu brjála verður það, sko? Já, það mjög áhugavert, sko. Ég líka út af því að ég man að hérna eitthvað Michael, ég man ekki, bók ISIS, það sem hann var að segja svona að hérna við ættum að fara varlega í það að alhæfa það hversu slæmir við getum verið út af því að það var alltaf að tala Al-Qaida og það var bara verst þess að geti svo kom ISIS og þá var Al-Qaida orðið svona, allt lagi kannski bara ágættir kannski bara ágættir en þetta pínu svona líka náttúrulega, ég meina, ef þú manst sko fyrir Trump og þá var hinn svona, þá versti hægri maðurinn til dæmis Bush. Já. Bush var bara, og núna vinstrimennir bara, bara fá Bush aftur. Bush náttúrulega bara venjulegur stofufélagi með við ástandi í dag, sko. Já, og þess vegna erum við alltaf að taka skref svona hægfara skref í átt að einhverjum svona jöðrum og verðum alltaf meira spennt fyrir. Og það ég veit alveg líka, eins og maður hægra með Íslandi, menn þeir ekkert svakalega spennti fyrir Trump. Nei. En Trump að stríða vinstrimennina og það mikið það sann. Þetta fínt. Ég var einmitt að fjalla þetta líka í vikunni, sko. Mér finnst það vera það hljóti að vera hluti af skilningnum á Trump að það sem Trump að gera að sýna sínu baklandi að hann láti ekki stjórnast af vinstri orðræðunni og þegar vinstri segir að hann sé ruddi og dóni og rasisti og skítall og hati konur það skiptir hann engu máli og hann bókstaflega að sýna sínu fólki að þessar ásakanir hafi engin áhrif á hann og þess vegna þarf hann að ganga ennþá lengri að segja ykkur hluti sem að sanna það fyrir hans fólki eins og minna, þegar hann segir hérna eitthvað að fólk frá Haítí að geta hunda það eina sem vaki fyrir honum að sýna öllum að hann algjörlega hömlulaus og þegar fólk skilur það hættir að vera stressað þá verða það sér hérna merki með það eins og rasisti verður svo merkingalös í því samhengi. Þú veist að hann kannski rasisti, en hann fyrst og fremst að signala til sinna kjósenda að hann sé algjörlega óforskammar. Og ef þú skilur það, þá verður þessi rasista pæling svo ómerkileg. Hún hefur svo lítið skýringagildi. Og þess vegna alltaf svo hissa fólki sem að heldur að það að við sammælumst að Trump sé rasisti, að það hjálpi eitthvað. Já. Það einhvern veginn, þetta rosalega skrítið, sko, þetta alltaf eins og við séum í einhverjum svona dreadlock, kumbaya, hippa ceremónium kringum varðeld, sko. Það einhvern veginn, já, en hér erum við öll sammála. Eins og við höfum eitthvað að gera við afstöðu hvað sannar skakvart í, sko. Og eins og þú segir, sko, á árunum 2014 til 2019, þá var bara orðið rasisti bara eyðilegt, sko. Já. Sér til dæmis eins og Robert Lowe, hann til að taka blað úr sömu hugmyndafræði, þar sem hann segir bara, mér alveg sama, sko. Var einhver kona sem voru að tala það hvort að fólk ætti að hafa bjargráð gagnvart tungumálum þegar þau sækir heilbrigðisþjónustu.
Já. og hann segir bara, já, nei, þetta sko rasismi út af því að hann bara, mér drullið saman sko. Hann segir alltaf Bara, 3 words, I don't care. Já, nákvæmlega. Já. Og ég held að séu mjög margir bara komnir líka pínu þangað. Það svona, þessi svona hægfara þróun sem við vorum að tala að massin beggja megin líka orðin bara spenntari fyrir bara, nei, heyrðu, mér orðið bara drullu sama það sem að þér finnst, sko. En það mitt það sem ég var að reyna að koma á hann, sko. Bara, ég hef alltaf verið að svona kenna vókinni hægri bylgjuna og ekkert að öllu leyti, en ég held að öfgarnir í vókinu hafi búið til heilmikið bakslag og það sjá það nú flestir. En ef þú hugsar það sem vinstrimaður, hef ég verið að ofnota hugtæki rasisti? Ég búin að leggja of mikið upp úr því að hugtæki rasisti hafi gríðarlega þunga merkingu og hef ég síðan samt notað næstu í hvað sem og þá ertu hugsanlega segur að búa til mynd sem þess valdandi að fjöldin fer hægt rólega að hafna þér. Og mér finnst bara fólk ekkert vilja axla þessa ábyrgð og ég skil ekki okkur fólk hefur ekki hreinlega áhuga á því að mér finnst þetta svona intellektually bara spennandi pæling, bara af hverju gerist þetta, af hverju gerðu við þetta og bara ég sem vinstri maður, af hverju gerði ég þetta? Já, þetta líka ákveðin svona sérkennileg samræðu taktík út af því að það ég til dæmis spurt, ég spurði Hjálmtýr Heiðdal ég spurði bara hreint út, telur þú að athæfi og það hvernig Ísland-Palestína hefur mótað sína baráttu telur það hafi aukið stuðningu Palestínu eða minnkað stuðningu Palestínu. Augljóslega minnkað stuðningu Palestínu. Ég held að miklu færri séu spenntir fyrir málstað Palestínu einfallega út af því hvernig var talað þá sem voru mótfallinir tjaldsvæðinu á Austurvelli og það hvernig mótmælin hvernig þau fara fram. Sama gildi með transmálin. Hafa transaktivistar ég reyndar alltaf taka Uglu út fyrir Svega út af því að þótt hún bara vera fín í þessu en eins og með suma sem eru í þessu mengi telur að það hvernig þau ganga fram hefur aukið stuðningu transmál eða minnkað stuðningu transmál. Augljóslega minnkað stuðningu transmál og þannig kemur pínu líka slæmt inn í sem að þeir sem eru til dæmis að svona ákveðinu forsvarsmenn þeir eru ekkert til dæmis eins og Ugla gagnrýnir aldrei sinn hóp fyrir það hvernig þau ganga fram. Sama gildi með Palestínumálin og það hvernig til dæmis sem Erla talar innflytjendamál. Þeir sem eru svona vilja að taka svona jákvæða afstöðu gagnvart þessu, til dæmis gagnvart flóttamannamálum myndi aldrei gagnrýna sem Erlu. Og það þarf einhvern veginn að passa að þetta okkar vígi, það verður ekkert friendly fire hérna. En sem Erla hefur til dæmis minnkað stuðning fólks við það að vilja taka á móti fleirum jafnvel. Heldur það? Ég held það. Ég held bara að það til dæmis að segja bara að það sé bara mannréttindi fólks að koma hingað og að samfélagið þurfum bara einhvern veginn aðlaga sig að einhverju nýjum veruleika þegar að fólk kemur inn með allt annars konar viðhorf gagnvart konum og fleiru. Ég held að fólk sé ekkert bara, þá ég bara líka á þeirra afstöðu. Þetta bara alveg gríðarlega áhugavert og eins og þú ræddir daginn við einhvern, þegar, hvað var það, Jón Steinar eða einhver sem hafði greitt atkvæði með einhverju herðingu útlendingamála og þá var hann teiknað sem nasist í blóðum. Já, Jón Gunnarsson, já. Og sko þessi træbælismi og þessi læti og þessi vilji til að stökkva af stað og tekna einhvern upp sem nasista fyrir að leggja til löggjöf sem síðan örfáum árum setna orðin algjörlega sjálfsögð og allir eru sammála. Já. Það bara, og þá hlýtur maður að horfa tilbaka og hugsa bara, ef að ég var á samfélagsmiðlum fyrir 2 árum að segja öllum að það sé rétt að Jón Gunnar sé nasisti, hver ég þá? Það fyrstulega það augljós mistök, ég hafði rangt fyrir mér, nú liðið nokkur ár, nú veit ég að þetta var stúpitt, gróft, dómhart og astnalegt. Hvað segir það mig að ég hafi verið þannig?
Að þú sett umburðarlindur. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Nei, þetta þetta vitleysa, ég meina, en það hefði kannski mátt líka ljóst fyrir, sko. Ég man þegar ég var að tala Me Too, tala Sölva Tryggva, sagði bara, þú veist, hvað gerði Sölva Tryggva? Hann var ásakaður það að ganga hart fram gagnvart einhverjum vændiskonum og kýla eina þeirra. Kom svo í ljós að það var bara einhver annar og það var ekkert rætt í kjölfarið. Nei. Það var bara, já ok, það bara nýjar upplýsingar sem við ætlum ekkert að gera við. Það er bara næsta mál. Og svo var bara haldið áfram. Nýjar upplýsingar, já, gefum það bara. Já, en annars gaman að vera komin hérna í þetta fræga podcast. Já, takk fyrir það. Þetta nú bara held ég að verða áhrifamesta hlaðvarp á Íslandi, að það lætur nærri. Býtu bara, sko, þegar þetta stúdíó verið tilbúið, þá fyrst byrjar útgerðin, sko. Já, ok. Þetta verður sem sagt Þorgrímsson rýmið og við ætlum að gera þetta djöfull vel. Og það verður kannski auglýsingar fyrir aftan menn og eitthvað svona. Nei, ég ætla ekki að ganga svo langt, sko. Okay. En það verður þetta auglýsingar í þættinum sjálfum. En nei, ég ætla ekki að hafa þetta, ekki að hafa auglýsingar í þættinum, eða svona á settinu. Nei. En nei, þetta verður djöfull cool, sko. Og þetta er líka, svo við tölum það, sko, að það að verða ákveðin umbreyting, til dæmis eins og með hlaðvörpin. Núna hafa þau kannski tekið meiri sess í svona upplýsingagjöf. Alveg greiðilega. Já, þrátt fyrir það að vera ekki að mínum fjölmiðill, að þá er þetta viðbótar upplýsingar inn í samfélagsumræðu og eitthvað sem hefði þótt örugglega óhugsandi fyrir ekkert svo löngu. Og maður að taka eftir í til dæmis að núna sér maður miklu lengri viðtöl eins og í fréttaþáttum og þannig. Já. Þannig að það búið svona hlaðvörpin að hafa áhrif. Já, þetta því að það voru hlaðvarpsvettvangar, ég man ekki hvort þú manst eftir í þegar Bogi Ágússon tekur viðtal við Stefán Ólafsson og Ólafur Ragnar Grímsson og Björn Björnsson, minnum hann heiti, þar sem við tala við Milton Friedman og það bara 80 mínútur, 70-80 mínútur af þeim að ræða málin og það voru miklu fleiri svona umræðu þættir. Svo fóru þetta í svona ákveðina svona bandarækjavæðingu þar sem voru með 5 minna innslag og 6 í panel og keira þetta í gegn. Enginn að segja neitt að viti. En þetta að verða svona skemmtileg viðbót, sko. Og maður að sjá náttúrulega sömu þróun við það. En svo við tölum kannski aðeins fjölmiðla og ég nefnilega, því að RÚV hefur alltaf verið sagt vera svona ákveði vígi innan þess sem við erum að ræða hérna. Svona bók vígisins og ég alveg pínu sammála því en ég viss aldrei af hverju því að þegar þú talar við fólk sem á RÚV að þá náttúrulega kannast það ekki við þetta. Nei, þetta ekki skráði reglur. Nei, þetta ekki skráði reglur og ég var að hugsa daginn, ég fór í viðtal með manneskju sem rosalega bók og hún kom þarna og svo þegar hún kemur fram að þá hún rosalega vinsæl frammi hjá öllum rúfurunum, bara, já, við þurfum að taka fund, já, kaffi og ég var svona, já, þú veist, það fattar enginn inn í menginu, það því að þau segja bara, við erum bara ópólitísk, en það að vera ópólitískur að vera samt á rosalega réttum skoðunum gagnvart fullt af rétttrúnaðarmálum. Algjörlega. Og ef þú ert í einhverju gímaldi allan daginn, þar sem allir eru á sömu skoðun, að þá auðvitað
álítur þig sem ópólitískan og ekki meðnunnar woke skoðanir og bara kannast ekki neitt við þetta, sko. Nei, algjörlega. Nei, þetta er náttúrulega bara félagsmótun og félagsfræði, ég veit bara það ef þú ert með fólk í umhverfinu sem er jafnvel eitthvað ríkjandi eða vinsælt eða valdamikið og að segja eitthvað og það er miklu auðveldar að segja bara já, amen heldur en bíddu nú hægur. Já, ég man ekki hvar var að tala þetta, ég held að það var meira í sambandi við BBC, sko, að það var einhver sem fór að ræða, sko, fórnarkostnaðinn af því að segja eitthvað á skjön við ríkjandi skoðun. Já. Og það þarf ekki að vera eitthvað endilega, sko, að fórnarkostnaðurinn sé eitthvað og fáir ekki ákveðna stöðu eða eitthvað þannig, heldur bara svona félagslegi fórnarkostnaðurinn. Það er hann náttúrulega og maður náttúrulega þekkir þetta líka innan veggja HÍ, þar sem að það er ákveðin svona bara félagslegu fórnarkostnaður, þar sem að þér látið líða eins og að það sem þú ert að segja sé alveg svakalega vond, þrátt verið það að séu mjög margir kannski sammálaðir. Mannlega þegar ég var í háskólanum, þá var ég stundum náttúrulega bara að leika mér að því að vera alltaf svona ekki leiðilegur en að segja eitthvað sem að mér kannski fannst ekkert alltaf en var að láta reyna á hugmyndir. Já. Og þá var ákveðin hópur, það upplifði þetta meira í Bandaríkjunum samt þegar ég var þar, ákveðin svona hópar sem að alveg bara svona brjálust úti, svo kom kannski fólk eftir tíma bara, já, ég er svakalega sammála. Já. Það er algjörlega þannig og ég var náttúrulega sjálfur á tímabili með smá hlaðvarp á samstöðinni. Já, hvað hlaðvarp var það? Það heit heimsmyndir. Já, ég sá það ekki. Það var allt... Akkur hætti það? Það var, sko, ég var með svona þema að hugsa sem sagt heimsbyggi og ég var að taka aðalega viðtöl við kennara og prófessora við Háskóla Íslands og helst heimsbyggi og þetta var kannski frekar þungt á köflum en svo var þetta líka þetta var líka svolítið hlaðvarp að gera upp mína sögu sem svona trúleysingi sem að varð svona minna áhugasamur að vera að rífast á þeim vettvangi en ég tók eftir því og ég þorði nú varla að fullyrða það fyrir hönd allra sem að mættu en ég var þarna með töluvert af starfandi prófessorum og slíku við Háskóla Íslands og mér fannst þér nánast bara nötra af stressi að segja ekki eitthvað rangt. Það er hræðilegt. Já, það var bara stundum kom ég með spurningu sem var bara auðvitað hættuleg, eitthvað svona eins og kannski eitthvað vændi í feminísku samhengi og þá kom bara hálftíma þögn, bara gesturinn bara gæti ekki svarað, sko, þetta er óverfitt bara og og maður sér að í þessu háskólasamfélagi er alveg klárlega rosaleg, óformleg rétthugsun. Já, það er þetta taumhald, sko, sem er alveg hræðilega vont. Ég man að ég var námi og ég var alltaf erfitt með að segja þessu ég allavega nokkru sinnum þá sagði ég nota N-orðið en ég sleppi ef ég þarf ekki að nota en þegar einhver segir mér að ég megi ekki nota þá nota ég og ég man ég nota það einu sinni í tíma og það voru bara nokkrir sem voru alveg bara stönd og ég hef náttúrulega notað nokkur sem ég sé hlaðvarpi átti áhuga að vera samræður við MC Gauta þar sem að hann var einmitt að segja við myndum aldrei nota það orð og ég sagði, ég notaði alveg í þessu hlaðvarpi sko, hann var alveg hvert er ég komin en þá man ég notaði það í tíma og einn sko krakki bara sturlaðist og skellti tölvunni sinni og sagði mér að biðjast afsökunar og ég sagði bara nei, ekki séns og og þá sagði einn kennari við mig sem að var að kenna hann tíma hann sagði ég er mjög ánægður það sem hún gerir en hann myndi samt aldrei skilurðu segja það við bekkin nei, einmitt og það er mjög sérkennilegt svona að við séum komin á þann stað að kennarinn sé jafnvel í einhverju svona taumhaldi gagnvart nemendunum og snúa við svona valdinu sem að gera þá að verkum að kennarinn þurfi líka að taka með af því í sinni kennslu og Jonathan Haidt hefur náttúrulega talað þetta árið 2014 þá kenndi hann allt öðruvísi
heldur hann að gerir í dag einfaldlega út af því að hann vill ekki eiga það á hættu að hann segi eitthvað vittlust og þetta á jafnvel við kennara sem eru fastraðanir en þeir eru samt bara út af því að þú vilt líka geta að lifa þínu lífi bara eins og þegar Brett Weinstein lenti því að það voru menn með kylfur að leita að hannum út af því að hann hvað var það ekki eitthvað nei, það var ekki Halloween búningar nú var það stólið mér út af því að hann vildi ekki sem gyðingur taka þátt í Only Black Day í Everett skólanum Akkurat, frægt mál en þetta þessi klassísku stef í svona hlaðvarpi, við erum að tala vókið og skoðanastýringuna og allt þessa hluti og þarna náttúrulega kemur við skiljum alveg akkur þessar hugmyndir akkur þessi hlutir gerast það verður til svona samfélags hugmynd að við sem að reyna að komast á betri stað og við ætlum að vera meira skilningsrík og við ætlum að tala fallara mál og við ætlum að klippa fleiri og fleiri ruddalegar við ætlum að klippa út ruddalegu hugmyndirnar og ruddalega orðfærið og við ætlum öll að vera betri og falleri og til þess að það geti gerst þá verður til svona óformleg skónalögregla og í vissum skilningi eru við alveg sammála því að það sé gott ég meina þú vilt ekkit endilega að kennarinn í skóla barnanna þinna sé að kenna þeim að segja eitthvað ömurlegt þeir finnst það eigi að vera eitthvað svona siðferðilegur rauður þráður en svo bara getum við ekki notað hennan þráð öðru sem að verði ykkur vitleysa á göflum sko. og það mætti skoða sem svona pendúl, sveiflur, framtilbaka, öfgar, ekki öfgar en verður alltaf fyrir vikið ofboðslega áhugaverð mjög áhugavert samfélagsvandamál að rýna í og þetta ég svona búin að vera að bulla með á Facebook eins og bara lagengur Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem ert að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, og þú hefur sagt að þú hefur mist vini út af þessu og fleira. Já, ég hef lent í því líka henni í þessu hlaðvarpi. Og mann til þessi fólk sem var með mér í háskólanámi og þú gerur verkefni saman, heilsa mér ekki lengur. En ég, einhvern veginn, það trufla mig ekki neitt, sko. Og ég veit ekki af hverju, ég reyndar hélt ég væri sociopath. Já. Út af því að það var ekkert óþægilegt við þetta, en svo ég reyndi við 2 eða 3 sálfræðingar, sko, þessu, nei, það þarf eitthvað meira til þess að vera sociopath, sko, þú ert að vera bara alveg sama þótt að fólki líði illa og eitthvað þannig og ég hugsa, ok, mér líður ekki þannig. En þetta rosalega sérstakt sko að þetta félagslega taumhald sem að við erum búin að vera svona að ræða í og úr að það virðist vera sko núna yfir á sko fólk sem að stendur rosalega fjarri. Það að segja bara samfélagsmiðl. Já, einmitt. Bara, þú veist í rauninni að leggja þína skoðanir í dóm allara. Þetta ekki bara einhverju, svona innst í kjarnin, fjölskyldan, vinir og eitthvað þannig. Nei. Heldur þú berði eitthvað á borð og þá bara, getur komið bara einhver hólskefla. Og þá þarfst þú að fara, einmitt, að taka ákvarðanir með vísan til þess hvernig einhvern veginn öllum líður með það sem þú ert að segja. Akkurat. Og ég meina, stórum hluta þetta náttúrulega tæknilegs eðlis. Ég meina, þessi bylgja 10 ára gömul.
frá svona 2016 og á sér stað á sama tíma og samfélagsmiðlarnir verða svona stórir og þá erum við einmitt að horfa á þessa hluti sko, að í staðin fyrir að þú sért að viðra skoðanir við þína nánustu vini og félaga og fjölskyldu þá er það allt í einu við bara hálft samfélagið og það gjörbreytir dýnamíkinni og það er bara mjög áhugavert en ég er einmitt búin að lendi því að 2-3 hafa blokkað mig og hent mér af vinnarlistanum og sendt mér einhver svona kveðjuskilaboð að nú sé ég algjörlega lost fáviti að það sé ekki lengur hægt að fylgjast með þessu ógeði sem ég er að gera. Og þetta eru fyrrverandi vinir? Fyrrverandi vinir mínir, sko. Og ég tek alveg nærri mér, sko, veist, bara, ég hugsa alveg bara, vildu óska að þetta hefði ekki farið svona? Já. Mér líður líka þannig, stóð, en ég samt passa mig að segja nei þegar líður ekki þannig. Já, nákvæmlega, sko. En svo bara vill maður ekki að láta það stjórna sér. Nei. Og ég með þess að hef sko haft samband við þessa menn og sagt bara, hvað látt ekki svona? Vertu félagi, ég skal bara bjóða þér mat og hvað. Og svo erum við kannski vinir í 3 vikur viðbót og svo segi ég eitthvað, þá bara nei, ekki meira. Hendi mér aftur út. Og ég hef aldrei hendi neinum út. Og ég hef aldrei blokkað neitt. Og ég veit ekki af hverju þetta fólk sem að reyna að vera siðferðilega fyrirmyndir finnst það hafa mjög merkilega hluti að segja hvernig samfélag á að vera. Ég veit ekki af hverju það getur leyft sér að vera svona, veist, bara að klippa tengslum leið og einhver umræða fyrir eitthvað yfir strikið að þeirra mati og þeir sem lesa mig á Facebook vita, sko, ég skrifa alls ekki rúttalega, sko. Nei. Þú bara með athugasemdir samfélagið sem að stríkur fólki eitthvað vittlust og ég skilir reyndar alveg að strjúki fólki vittlust en það er samt svo einkennilega afstafa gagnvart og eins og ég segi, mér finnst þetta að hafa versnað með tjáningafrelsið. Það hafa versnað umtalsvert að við séum svona rosalega lítið spennt fyrir málfrelsi. Já, það er næstu orðið bara svona hallærslu mannstæður. Já. Bara, er þú einhver svona hvítustrákur að tala um málfrelsi? Já, málfrelsi er bara orðið eitthvað svona hægri hundaflauta, sko. Já, og þetta er alveg furðulegt, en ég allavega, ég tek hygglust upp hanskan fyrir málfrelsið og ég held að það verði alltaf mjög mikilvægur þáttur í þessum pælingum, sko. Já, það er líka, sko, út af því að við erum að tala um málfrelsi og HÍ, að Kolbeinn H. Stefánsson, hann hefur verið mjög svona komið með pistla á áþekka því sem að þú segir. Já. Hann er kannski ekki aðeins öðruvísi skoðunum á þannig, en hann tekur hart á þessu rugli sem að er svona svolítið áhugavert að fylgjast með, sérstaklega út af að við vitum hvernig þróunin hefur verið í HÍ, þar sem að fólk þarf að passa sig hvernig það er og hvað því finnst og sé innan ákveðin svona ramma þannig að þú ert svona þykir vera nægilega vel til þess fallin að koma fram á einhverjum útvarpsþáttum og eitthvað þannig. Akkurat. En ég hef verið alltaf að bíða eftir því, sko, og ég veit ekki hversu mikið það er, ég þarf kannski bara að fá hann í þátt til þess að spyrja hann út í það, að hann verði samt alveg bara svona að komast upp með það. Þannig að fórnarkostnaðurinn er kannski ekki mikið og fólk myndi halda, sko. Já, ég held að það sé góða punktur og það er líka það sem að hinir benda líka alltaf á, sko. Sko, þó að það sé það er félagslegur fórnarkostnaður og einhver kallaði nasista á samfélagsmiðlum, þá heldur þau kannski alveg vinnunni og hlutirinn ganga alveg svona áfram ofta tíðum, en ekki alltaf og Kolbeinn er einmitt alveg gríðarlega skemmtilegur og ég hef átt hlust á hann hjá þér og þetta er einmitt mjög áhugavert, en ég held að þarna tókast á svolítið 2 myndir, sko. Það var á tímabili þannig að menn gátu bara mist vinnuna fyrir að segja eitthvað. Það virðist að vera aðeins að dvína sem er bara mjög ákvæmt. En það er samt ekki hægt að halda því fram að hafi ekki verið þannig, sko. Nei, alls ekki. Og Nei, það er annað sem er í þessu, sko, að núna þegar Vóki er einhvern veginn dautt í manni að fóða með Alexander Brím og Karinni Kjartansdóttur í þátt þar sem við vorum að tala um Vóki, sko, og hvað þetta væri og fleira. Og ég myndi í herferð Pírata, þá voru þeir Lenja kom og tók blaðið sem að Brynjar Níelsson átti að hafa rifið og
setti saman vókið sko, því að þau vildi halda þessa vók. Svo fór ég þátt með Alexandru. Þá vildi hún ekki kannast við vókið. Það var bara, ég bara veit ekkert hvaðan þetta kemur og núna einhvern veginn þessi flótti sko, þetta pínu, ok, ég veit þetta ekki alveg sama analógi, en þetta pínu svona eins og nasistarnir að taka af sér sko. Þeir eru búin að tapa stríðin og kannast ekkert. Ég var ekki í þessu liði. Nei, ég kannast ekkert við þetta sko, ég veit ekkert hvað búningur þetta maður settir með einhver í þetta. Ég ekki að segja að vókstarinn séu nasistar, þó svo að sumir ekki píratarnir kannski, en hagar sér eins og nasistarnir gerðu sko. Já, það er 100% vóksturnum að kenna að það er alltaf verið að tala um þetta, af því að þeir eru alltaf í afneitun með að það sé yfir höfu til. Og þegar fólk er í afneitun með að eitthvað sé til, þá mun fólk tala um það. Þetta er bara þeir búa það til sjálfur. En Kolbeinn skrifaði frábæra grein hundaflautið. Já. Las hana? Já, ég las hana. Og það er svo augljóst að fólk sem notar þessa ásökunum að það sé að eiga sér stað hundaflaut er oft að því sjálft. Og þetta er oft spurningum hver er að beita hundaflauti og til hvers og hver er að vekja athygli á því og er það til þess að búa til falska tortryggni eða er það raunveruleg tortryggni og þetta er oft mjög loðið sko. Já, þetta er mjög loðið sko og líka ákveðin svona rökleysa sko, þú þarft ekki að færa rök fyrir þínu máli, heldur þarf bara þitt mál að byggja því að einhver sé að segja sem að þú getur hugsanlega túlkað sem eitthvað ákveði og þá er það orðin rök gegn hans máli. Einmitt. Og alveg stórkostlega sérkennilegt og það er aldrei neitt sko, þetta er líka svo rosalega fyndið sko að má enginn vera tekinn bókstaflega lengur, til dæmis þegar að islamistar segjast bara vera að gera þetta trúarinnar vegna. Og þá er það alltaf, já en við munum aldrei vita mögulega af hverju hann gerir þetta, ef við ekki að trúa honum. Og sama gildir svolítið hundaflauti sko, þá er þetta alltaf, já ég tel að við getum ekki verið að taka á móti fólki í ofstórum stíl og það getur haft menningan. Já, hvað ertu samt raunverulega að segja? Ég er bara raunverulega að segja akkurat þetta. Og þá erum við komin í þennan fúkóíska sko, raunveruleika sem þú varst að tala um áðan og svona Derrida sko, það sem við vorum alltaf einhvern veginn að nei, þetta er fyrir mig að túlka á þann veg sem að ég tel, en á flestum tilfellum er þetta náttúrulega bara svona til þess að þóknast eigin sjónarmiðum. Þannig ég geti í rauninni málað þetta þannig að það hendi minnist sko stefnu. Já. Það er sérkennilegt sko. Algjörlega. Og það sem vorum að ræða áðan líka sko með stefnuna sem að Jón Gunnar lagði til og er orðin bara normal í dag. Já. Einhver hefði getað sagt að hann væri með eitthvað bilað hundaflaut. Ef hann hefði, ef hann nefndi eitthvað dæmi ástæðu fyrir því að herða löggjöfuna, þá er það hundaflaut til hægri manna. Já, já. En svo gerist þetta bara og núna eru raunni vel flesti samanlum að það verði að gera eitthvað. Sko, Viðreisn og Samfylkingin voru sko, við munum aldrei setja börn inn í lokað úrræði, bara ekki séns. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letur klára málið í dag. Og núna eru þau sko, börn eru á leiðinni í loka úrræði og við erum rétt að byrja sko. Já! Hver er þetta hérna fyrir hálfu ári? En þetta er bara stórkostlega skemmtilegt. Mér finnst samfélagi í dag ótrúlega áhugavert og ég sofna alltaf út frá podcastum að ég hef ekki nú marga klukkutíma í sólarhringnum til að taka allt efni inn sem ég langar að hlusta á sko. Nei, ég hlusta alltaf á 200 hraða til að ná yfir nægilega mikið efni. Já, mjög gott. En maður hefur bara áhuga á svo mörgu og svo mikið í gangi og svo mikið að skemmtilegum tókstrætum og mikið að pólitískum reykmekki og þetta er skemmtilegt sko. Já. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt sko. Ég sammála því. Og gaman að fylgjast með sálfræðinni og
og hópamynduninni og træbalismannum og stælunum og þetta bara svona áreiti af frábæru drama allan daginn sko. Já, það er rétt og það mun halda áfram við pössum upp á það Kristinn Theódórsson Já Takk að það verið að koma, við gerum þetta aftur og bara látum ekki líðana og næstur þú kemur þá verður þetta orðið geðvægt Ógeðslega flott, glæsilegt Takk að það verið að koma og þá getur næst